Guðrún Ósvífursdóttir, Auður Djúpúka, Eiríkur Rauði. Ég geti haldið áfram endalaust nánast því að þetta allt dalamenn og þessu hefur verið að gera skil núna meðal annars í gullna söguhringnum. Svavar, nú rík og mikil saga í Dölunum og þið eruð að gera henni skil. Já. Segðu mér frá þessu verkefni. Já, þetta verkefni kláruðum við í fyrra, þessi sögurskildi og við köllum þetta sögurhringinn eða gullna sögurhringinn. Og það eru 4 skildi sem við settum upp í fyrra, eins og þetta. Þetta náttúrulega upphafið, þetta Guðrún Ósvífursdóttir og þetta eru þeir sem elskuðu hana. Og hvor á Bolli og hvor í Kjartan, ég veit það ekki, en annar hvor. Og Bolli drap Kjartan eins og kunnugt svakalegasti ástarþríhyrningur íslenska bókmennta. Já. Sögurskildin eru fyrsta lagi hér við Hjarðarholt, í öðru lagi hér í Hvammi, eða vísa að Hvammi, þar sem Auður Djúpúka nam land og hún baðst fyrir hér á Krosshólaborg sem að þið hafið örugglega séð áðan. Já. Síðan hér náttúrulega Staðarfell, en þriðja skiltið hérna út frá. Eiríkur Rauði aðal hetjan á því skilti og af hverju það? Hérna safnaði hann skipunum saman áður en hann fór til Grænlands. Hann var gerður útlægur frá Íslandi og safnaði saman 30 skipum hérna, 14 komist til Grænlands og þar var þetta íslenska merkilega landnám í Grænlandi með 2-3-4 manns þegar að best lét. Fjórða skiltið svo hér og aðalhetjan á því Sturla Þórðarson sagnaritari sem var ritstjóri Sturlungu og Íslendingabókar og skrifaði þessa borgarastyrjöld á Íslandi á 13. öldinni. Þú nefndir hérna nokkrar sögur sem að flestir þekkja. Hvað þetta margar sögur sem eru til hérna í Íslendingasögu? Já, sko, í fyrsta lagi það náttúrulega bara Sturlunga, skilurðu, og Íslendingasaga sem þar og allar sögurnar sem eru í því safni sem heitir Sturlunga. En í öðru lagi það náttúrulega Laxdæla sem höfuð bókmenntir þessa svæðis og þegar ég var hér í skóla barn þá lærðum við bara Laxdælu en Ingólfur Arnarsson var bara fyrir sunnan, skilurðu, við höfum engan áhuga á honum. Þannig að það var Laxdæla og þetta eru náttúrulega spennan í Laxdælu, þetta fólk hérna. Og Vinlandsetrið sem verður opnað núna alveg á næstunni, það verður svona hjartað í raun og veru í þessum sögurhring. Þar munu fást upplýsingar þennan sögurhring og þar verður sagt frá honum og þar verða menn til að segja frá honum og við förum stundum hér strandirnar, ég og Sveinn bróðir minn sem með rútur, við keyrum hér og ég rála og hann keyrir og rálar stundum líka, þannig að hér sprettur upp þessi saga. Einn stór staður í viðbót hér svo Ólafsdalur. Og það allt á fullu þar, þannig að það verið að vinna í framkvæmdum, sögulegum framkvæmdum á 3 stöðum hér. Fyrsta lagi Vínlandssetrið í Boðadal, öðru lagi minningarreitur Sturlu Þórðarson á Staðarhóli og í þriðja lagi Ólafsdalur. Þannig að hér allt á fullu, grenjandi stuð, allstaðar. Getum við fest hendur á það af hverju sagan svona mikil hér? Var bara skráð hreinlega meira hér eða gerðist meira hér heldur en annars? Nei, ég hugsa að fyrst og fremst hafi verið skráð meira hér og þeir Sturlungar, það að segja þeir sem ólust upp í Hvammi, Snorri Sturluson, Þórður Sturluson og Sighvatur Sturluson, að út frá þeim og í kringum þá náttúrulega stórkostlega miklar bókmenntir. Snorri ólst upp í Odda. Þannig að þar í raun og veru komst hann í kynni við þessi fræði og þessa aðferð að skrifa og segja frá og Sturla Þórðarson sem bjó svo hér, hann flutti þetta svo með sér. Þannig að þetta fyrst og fremst af því að menn eru duglegir að skrifa og koma hlutunum þannig frá sér. Þetta ríki dæmi sem að þið dalamenn búið yfir og eru núna að matreiða fyrir okkur almúan sem gestina sem koma hérna. Við erum að reyna að gera þetta svæði aðgengilegt fyrir alla Íslendinga, auðvitað dalamenn og alla Íslendinga og helst heiminn líka vegna þess að þetta náttúrulega stórkostleg saga og merkilegur hluti bara af heimssögunni sem þróaðist hérna vegna þess að héðan fór Eiríkur Rauði. Hann sigldi héðan til Grænlands og Leifur svo til Ameríku. Þannig að þetta alveg feiknarleg saga sem að sprettur upp hér og ég segi stundum við svo heppnir hér í Dölunum að hér ekkert stórfljót, hér verður aldrei byggt álver, engum dettur það í hug, það þarf ekki einu sinni að samþykkja mótmæla ályktunum það er vonlaust,
en í staðinn virkjum við söguna og það er það sem við erum að gera með þessu hérna. Þetta skilti hérna hjá Hjarðarholti, það er nú ekki tilviljun að það sé sett niður hér. Nei, það er náttúrulega Hjarðarholt er auðvitað staður í þar sem að þeir ólust upp saman, Bolli og Kjartan. Og þeir fóru á kvöldin þegar þeir höfðu möguleika til að heimsækja stelpuna á Laugum. Og það eru 20 kilometrar. Og fer maður í 20 kilometra á hesti, kannski hverju kvöldi, til að heimsækja stelpu. Já, þegar maður er ungur og skotin í þá fer maður jafnvel 30 kilometra. Og þannig að Hjarðarholt er eiginlega hjartað í þessari sögu dálítið mikið og í Laxdælu auðvitað alveg sérstaklega. Hér er svo þessi yndislega fallega bygging, þessi litla kirkja sem Rögnvaldur Ólafsson teiknaði 2 aðrar í sama stíl eða svipuðum stíl. Þær eru stærri á Húsavík og Breiðabólstað í Ljóshlíð og þessi kirkja var vígð árið 1904. Það tók náttúrulega ekki nema 1 ár að byggja hana. Núna tekur alltaf 10 ár að byggja almennilega hús en það tók 1 ár og það var safnað fyrir henni hér í byggðarlaginu. Þannig að þetta er dásamlega falleg, lítil bygging og hún er ennþá notuð sem safnaðarkirkja fyrir allt þetta svæði. Það er engin kirkja í Búðardal, það er engin kirkjugarður í Búðardal, heldur er notaður kirkjugarðurinn í Hjarðarholti og kirkjan í Hjarðarholti.